þáttunum eitt og annað skoðum við konfektkassan okkar á N4 og setjum saman skemmtilega þematengda þætti. Í þessari viku skoðum við íþróttir og hreyfingu en við byrjum þáttinn á Sauðárkróki. Þar sem að grunnskólan á svæðinu, Árskóli, hefur tekið upp hreyfingarstefnu sem þau kalla Míluna. Nú á tímum COVID hafa kennarar víða veröld fundið fyrir mjög aukinni þörf nemenda og starfsfólks til að hreyfa sig. Enda finnur fólk það á eigin skinni hvaða skiptir miklu máli að komast út í hvert loft. Árskóli á Sauðárkróki er einn þeirra skóla sem hefur skipulagt í stundatöflu gönguferðir sem þau kalla Mílu. Árskóli er heilsueflandi skóli og þá höfum við farið að leita leiða til þess að auka hreyfingu og auka hollust og heilbrigði. Og við höfum alltaf verið í miklu sambandi við Skota, leitað mikið til þeirra og nota innra matið og annað hjá þeim. Og þeir hafa verið með mjög skemmtilegt verkefni sem við kallum Míluna. Og það gengur út á það að allir nemendur hreyfa sig mílu á dag í skólanum. Og við fórum að huga því hvort við gætum sett þetta upp hjá okkur. Og þannig kemur þetta orð til, míla. Þannig að það er míla á dag sem að allir ganga. En við sem gengum ekki skrefið alveg svo langt. Við erum með mílu á viku til að byrja með. En að mínum mati hefur þetta heppnast alveg gríðarlega vel. Verkefni var sett í hendur starfsteymis sem útfærði það, fann hentugar gönguleiðir og kynnti síðan fyrir nemendum, kennurum og starfsfólki skólans. Við mæltum með því að þetta er sett inn í töflu strax og við vita bara krakkarnir nákvæmlega á þriðjudegi klukkan 10 að þá eru þau að fara. Þannig helst það líka meiri möguleiki á því að þau séu að framkvæma þetta. Ekki bara svona, já, við að fara núna eða við að fara á morgun eða heldur að setja þetta inn í töflu þannig að þetta haldist svolítið fast og þetta verði svona markvisst. Hefur veður eitthvað skipt máli eða sett strik í reikningin? Nei, ekki frá því við byrjum. Við erum búin að vera mjög heppin með veður en þetta er lagt upp þannig að við förum út í öllu veðrum. Það er þannig. Þeim finnst það bara æðislegt. Bara getum við að fara í Míluna núna. Við erum alltaf bara með þetta einu sinni í viku núna, fyrst til að byrja með. En ætlum svona að auka þetta örugglega svona með vorinu. En þeim finnst það frábært og byggjum bara strax svo við byrjum með Míluna þá vildum við fara oftar en einu sinni. Þannig að... En þetta er fyrir utan íþróttatíma, er það ekki? Jú, þetta er fyrir utan íþróttatíma. Þetta er bara svona til að taka sér smá pásu flörtunum og komast út og hreyfa sig og já. En er eitthvað erfitt að fá kennarana til þess að fara? Nei, alls ekki. Við höfum ekki orðið varar við það. Nei. Hafið þið orðið varar við að hreyfingarleysi sé farið að hafa áhrif í COVID? Sko, já, það gefur alltaf augalega að það hefur áhrif. Það er alltaf, þau hafi verið meiri heima og minna æfingar og minni útivera. Tölvar alltaf, notkun hefur aukist. En varðandi verkefni hjá okkur núna að þegar COVID var, þá vorum við hér í skólanum úti í íþróttum og við fórum með bekkin alltaf í hálftíma göngu alla daga af því máttum ekki fara í íþróttahús og þá sáum við svolítið bara muninn á þeim eftir að hafa farið út í þetta ferska loft og við fórum út í skafrenning og skipti engu máli hvernig veðrið var og þau voru svo fersk á eftir og þau leið svo vel og kennararnir voru höfðu orð á því, umsjónarkennararnir. Það auðveldaði okkur svolítið að fara á stað með verkefni vitandi það að þau eru svo opin fyrir því að fara út að ganga og þau voru orðin vön því og þau voru fann að finna það hversu vel þeim leið. Þannig að það hefði eiginlega... Og kennararnir einmitt farin að sjá ávinninginn af því, sko. Finnur þið fyrir mun? Er það að upplifa krakkarna einhvern veginn öðruvísi þegar þau fá þessa hreyfingu? Já, það er náttúrulega alltaf svo gott og maður finnur það bara sjálfur að standa eins upp frá því sem maður er að gera og fara út og hreyfa sig og fá ferskt loft og þannig að þetta gerir þeim svo gott og maður finnur alveg að þau eru miklu tilbúnar í verkefnin þegar þau koma inn. Árskóli hefur verið leiðandi í svokölluðu vinaliðaverkefni grunnskóla á Íslandi sem fellur vel að Mílu. Það sem það snýst þetta vinaliðaverkefni er að við erum með krakka sem eru vinaliðar inn í bekkjum og þau fara út aðeins fyrr og undirbúa í rauninni frímínútur áður en hinir krakkarnir koma út og eru að stjórna leikjunum sjálf. Þannig að þau byggja upp svolítið sjálfstraust og þora meiru og kannski aðeins opnari og sjálfstæðari
Og markmið með þessum leikjum og þessu fyrirkomulagi að þessir krakkar sem að stjórna verkefnum, leikjunum, að draga ná í þessa krakka sem eru kannski ekki að koma svona sjálf og þori ekki að fara sjálf inn í leikina. Þannig að þessi markmið að þau nái svolítið í þessa krakka og komi þeim inn í leik. Þannig svona þetta að hjálpa til svona við félagslega þáttinn og þetta frá 1. og upp í 10. bekk sem við erum með vinalega verkefnið og og míluna. Þannig að það eru allir að taka þátt og unglingastigið meira inni og þar þetta skipulagt inn í íþróttahúsinu. Þau hafa íþróttahúsið í frímínútum fyrir vinalega verkefni og svo eru yngsta og miðstig úti. Þannig að þetta er bara frábært verkefni. Og þið finnum mun á krökkunum? Já, ég til dæmis að kenna 9. bekk og þau náttúrulega þurfa ekki að fara út í frímínútur eins og miðstigið og yngstastigið. Þannig að eins og að komast út í míluna það er bara æðislegt og eins og segi þau kalla eftir að fara oftar en einu sinni í viku þannig að við munum örugglega að fara að fjölga dögum fljótlega. Þannig að þetta hættir að snúast að þurfa ekki að fara út í frímínútur, þetta fer að snúast að vilja fara. Nákvæmlega, þau vilja fara, þau kalla eftir því. Þannig að þetta er bara æðislegt. Í þættinum Íþróttabærinn Akureyri skoðaði Rakel Hinriks ýmsar áhugaverðar íþróttir og fékk meðal annars að prófa nokkrar þeirra. En við ætlum að fá að sjá hana reyna fyrir sér í júdó. Jæja, þá það prófun dagsins. Ég er mjög spennt fyrir þessu. Við erum komin upp í Káa heimili. Við ætlum að hitta hann Gunnar Örn. Hann er yfirþjálfari júdódeildar Káa. Ég fékk eitthvað svona sloppi eitthvað. Ég veit ekki hvað hann segir mér örugglega hvað það heitir. Og band, en ég kann alltaf ekkert að fara í þetta, þannig að ég ætla að hvort hann ekki hjálpa mér. Vinstri yfir. Vinstri yfir, okkur? Já, Japanir geymdu alltaf hnífinn sinni vinstra megin. Þannig að... Hvað ég hníf? Já. Ok, er þetta svoleiðis? Þetta er svoleiðis, til síðasta blóðdropa. Allar æfingar, þessan einn hérna. Þetta tilbúin í það? Já, hvað ætlar að kenna mér? Ég ætla að kenna þér detta. Það er fyrsta sem við gerum, já. Ok. Til í það? Já, mér finnst mjög skemmtilegt að detta. Ok. Já. Þannig að það sem við gerum, í staðinn fyrir bara að beint á bakið og með okkur ótrúlega mikið, þá þurfum við að dreifa fallinu, dreifa kraftinum þegar við dettum niður. Við gerum það með höndunum. Við erum niður og við sláum svona. Og það er nokkuð sinnum. Já. Já. Ok. Já. Það er alveg hérna. Mér finnst þið samt alveg fá svona aftan á hálsinn, en það er kannski bara... Það er kannski bara að þú ert aumingi. Tjók, cut. En hérna, við þyrftum eiginlega að fara í kottnís á svona. Hvað sagðir þetta kallaðist? Úkemi, já. Það sem við erum að gera núna, þetta er úkemi og það eru fallaæfingar. En ég fyrir út af kottnís, þá er ég hérna með hægri fótinn fram hérna og fyrir mér vinstri öxlina, ég fyrir yfir öxlina. Ég fyrir ekki þennan traditional beint yfir kottnís. Það er svona á hlið einhvern veginn. Mjög fín. Ertu þá til í að gera á ferð svona júdókottnís í dýnuna? Já, já. Til í það? Hvað er að versta sem getur gerst? Ekkert mál. Geggjað, eins með. Þetta var geggjað. Ok, hvað snýst júdó? Hvert er takmarkið? Ég vil kasta þér á bakið. Það er bara í rauninni... Eða koma þér niður og halda þér fastri í 20-25 sekundur. Eða hengja þig. Hengja mig? Eða læsa þig. Ég er að reyna að láta það gefast þig. Og júdó var gert þannig að við gætum stundað þetta alla ævi. Við höfum að geta komið, við geta glímt, tekið hressilega á því af öllum krafti og geta labbað út og verið bara góðir vinir. Enginn slasar sig? Enginn slasar sig, bara mæta einn eftir. En þú veist, má gera hvað? Má ég bara rífa í jakkaðinn og... Þú mátt ekkert kýla með eitthvað svoleiðis. Nei. En þú mátt grípa í jakka minn. Já, það er ekkert peysutói í þessu. Nei, það er ætlast til þess að það er ekki. Já, ok. Staðan okkar þannig, við byrjum í kúta aðeins nær. Upp á staðan okkar, þegar við tökum venjulega, tradisjonal. Það er hægri hérna í kragann. Ok. Og vinstri í armina. Þetta er tökinn sem við erum að reyna að ná. Ok. Og ég vil... Já, reyna að sleppa. Ég vil ekki að Þetta var svona. ná, þannig að við erum alltaf... Ok, þetta er línan hérna. Já. Og við erum að reyna að koma hvort þau eru úr jafnvægi. Er það sem við ætlum að gera fyrst? Já, byrjum bara því. Ok. Sko! Já, ok, þú leiðir mér þetta, en alltaf. Nei, Heldurðu að ég geti kastað þér? Já. Þú heldur það? Ég held það. Þetta ætti að vera veðmál. Ok.
Þetta var geggjað. Var þetta allt í lagi? Þetta var allt í lagi. Þú kastaði mig bara. Ég skal ná í einn. Býta aðeins. Ég ætla að kynna þig fyrir Gunther. Gunther? Ertu til í það? Já. Þú veist að hitta Gunther. Þetta er Gunther. Þetta er Segðu hæ Gunther. Hæ Gunther. Það var svolítið feiminn. Þá sest þú hérna niður. Bara á rassinn? Já, með hægra hnéð hér. Hægra hnéð. Eini. Og svona hliðinni, hérna á mjöðminni bara. Þetta er svona... Sest maður svona? Svona setja. Svona? Já, ok. Fótinn upp hérna. Hæ? Fótinn. Hvers konar? Nei, fótinn. Þarna. Þennan? Hvernig? Svona. Það þarf að taka í hendina með ermina og toga. Ok. Og togar ermina upp. Já. Og kreistir hérna niður, alveg hérna niður. Og löppin hérna. Svona. Búm. Fest hérna, alveg. Þung. Ok. Þetta er kesakettan. Ok, og nú fer Gunther ekki neitt? Helst ekki, sko. Nei, ok. Getur hann ekki sparkað í hausinn á mér eða eitthvað? Nei, hann er brúða. Þetta er hanna til þess að þú sért að auðvika bara á síðustu stundu, sko. Þannig að ég er búinn að plana það að daginn sem ég dey, þá er ég að klára júdóæfingu, sko. Fyrir gufuna, fer heim, leggst niður og svo vakna ég aldrei aftur, sko. En ég byrjaði daginn á júdó. Hvernig fannst þér ég að standa mig? Sko, þetta var allt í lagi. Já, ok. Já. En ég held að þú verið mjög fljót að ná þessu. Það er rými til batnaðar. Já, það er mikið rými. Það er alveg 1000 fermetrar eða eitthvað. En þú ert alveg með þetta. Óþarfi, já, ok. Þetta var píningurinn, ég mátti. Þú stóðst þig mjög vel, æðislega. Takk fyrir það. Já, og bara... Þetta var mjög skemmtilegt. Ég get alveg hugsað mér að æfa júdó. Ég held þú ættir að gera það líka. Aðeins að fara út fyrir rammann. Út fyrir rammann? Já. Það er nefnilega mjög gott. Já, það. Ég mæli með júdó. Komið tími og við hreyfum á okkur afturendan en við fáum aðstoð frá meistaranum Agli Ármanni frá Training for Warriors. Gerum þetta saman, við getum þetta. Herru, við ætlum að fara í gegnum þessar æfingar sem við töluðum áðan. Þetta verða 3 æfingar. Við ætlum að byrja að taka 5 armbeygjur, við tökum 5 hnébeygjur og síðast tökum við 5 endurtekningar af æfingu sem heitir knee grab. Og við ætlum að fara aðeins yfir æfingarnar, ég ætla að sýna þér Skúla hvað við erum að fara að gera. Af því að tempóið hjá okkur skiptir öllu máli. Við erum ekki að fara að reyna að ná eins mörgum hringjum og við getum. Við erum bara að fara að halda áfram hring eftir hring. Við getum stoppa á milli, fengið okkur vatnssopa eða tekið okkur smá pásu, allt í góðu. Þannig að við ætlum að byrja á því, við ætlum að fara í gegnum armbeygjurnar áður en við byrjum. Og þegar við komum okkur niður í armbeygjustöðu, þá ætlum við að byrja að fá góða spennu í kviðinn, vera alveg bein. Og þegar við förum niður þá viljum við að olnbogarnir sé að droppa aðeins inn. Þannig við séum ekki of vítt, heldur við séum að droppa inn. Síðan ætlum við að fara niður á mínu tempói, tilbúin og förum rólega niður 1, 2, 3, smá stopp og síðan ætlum við að fara upp. Þetta er eina endurtekning. Síðan höldum við áfram, góða spennu í kviðinn og upp. Þannig þetta verða armbeygjurnar, við ætlum að taka þær á þessu tempói. Síðan þegar við komum í hnébeygjurnar til að auka í rauninni álagið að þá þurfum við að fá góða spennu í rassinn, við þurfum að þrýsta hnjánum út og fá spennun í rassinn allavega niður. Þegar við komum upp að þá viljum við spenna rassinn í rauninni hvað mest. Þannig að komum okkur í stöðu þar sem að hælar eru cirka axlabreidd, pínu útskeif og síðan ætlum við að fara rólega niður alveg þessu armbeygjunum 1, 2 og 3, fá smá stopp, spenni rassinn og spennum rassins fast og við getjum hérna uppi. Þannig að ef við sýnum aðra niður og spenna rassinn fast hérna uppi. Nú, þriðja æfingin sem við gerum, þá leggjumst við á bakið, við komum með hendur undir höku, fara aldrei lengra, við ætlum að setjast upp, alveg þannig við grípum, skórnir er alveg í gólfið og svo förum við tilbaka aftur hendur undir höku, upp og rólega niður og komum okkur bara í góða stöðu og þetta gerum við svo 5 sinnum.
Þannig að í 15 mínútur ætlum við að gera 5 armbeygjur, 5 hnébeyggjur og 5 nýgrep, en við ætlum að fara bara rólega í gegnum hverja endurtekningu þannig við fáum meiri styrk út úr þessu. Klárir í þetta, Skúli? Geggjað. Þannig að við fylgjumst að, við erum ekkert að reyna að vera undan hvort öðrum, við ætlum bara að vera alveg saman í öllu. Þannig að komum með okkur, verið klár, tökum 15 mínútur. Þannig að byrjum á armbeygjustöðunni, spenni kvið, spenni rass, alveg bein, byrjum niður, 1, 2, 3, smá stopp, upp, 1, 2, 3, upp, 2, 1, 2, 3, upp, 3, nei hvað, 4? Niður og upp, 5. Síðan þá komum við í hnébeygju, hælana, förum niður, 1, 2, 3 og spenna rass fast. 1, 2, 3 og spenna upp. 1, 2, 3 og upp. Þrýstum hjánum vel út. 2, 3, upp og síðasta. 1, 2, 3 og upp. Góð spenna. Förum niður. Hendur undir höku. Keyrum okkur upp. Grípa. Ef ég sleppi þá á ég ekki detta. Niður. Upp. 2. Niður. Upp. 3. Niður. Upp. 4 og síðasta. 5. Þannig að þennan hring ætlum við að taka í 15 mínútur. Við erum búin að sýna ykkur núna hvernig þetta fer fram. Við séum ekkert mál að stoppa aðeins, ná andanum og þannig að við höfum þoli að taka góðar og gildar endurtekningar. Ekki bara að drífa sig. Þannig að koma svo. Við tökum aðrar 15 mínútur og í þessum 15 mínútum ætlum við að taka 3 nýjar æfingar, þar sem verða 5 endurtekningar líka. Við ætlum að byrja á því að taka dýfur eða æfingu sem við kallum kickback, þannig ég sýni ykkur 2 útfærslur. Við ætlum að taka hnébi á öðru fæti eða setjast á stól og síðan ætlum við að taka split hop í síðasta og bæði hnébiðan og split hoppin tökum við 5 á hvort fót. Þannig að svo við sýnum aðeins Skúla líka hvað hann getur gert, að við ætlum að taka dýfur, þá ætlum við að færa okkur á stólinn, finnum einhvern góða stöðu, reynum að hafa rassin nálægt stólnum og síðan ætlum við að droppa olnboganum aftur, þrýsta upp og rétt úr höndunum. Þetta snýst um hendur, rétta úr og þetta ætlum við að gera á eftir 5 sinnum. Og ef þið eru ekki góð í öxlum, að þá er mjög fínt að fara í þessa hérna stöðu, höllum okkur fram, spennu í kvið, olnbogar hátt upp, kreistum lófana og svo þrýstum við aftur og meðan við neglum alveg puttunum inn í lófan. Þannig við þrýstum hér, höldum beinni stöðu og hérna fáum við alveg vel aftan í handlegginn. Önnur æfingin, þá ætlum við að setjast á stól, við erum bara nokkuð nálægt, ekki hlamma ykkur niður, bara rólega setjast, standa upp, skipta fót, rólega niður og upp. Þannig við gerum alltaf hægri og vinstri til skiptis. Þannig þetta ætlum við að gera 5 á hvort fót. Og síðan er það split hoppin sem má líka gera sem bara split hnébeygju, þá höldum við bara sömu stöðu eða færa okkur yfir í split hoppa sem förum upp og skiptum stöðu, fá hæl niður, brjóst yfir ökkla og svo skiptum við aftur. Þannig að rólega, grípa á haldi, aðeins stopp og síðan förum við hérna. Þannig að tökum nokkur hringi, klár. Þið klárið svo 15 mínútur og njótið. Þannig að við byrjum á því, tökum dýfurnar, Skúli tekur dýfur, ég ætla að taka kickback. Þannig að við byrjum uppi og förum bara rólega niður og upp. Og bara byrja, 1, 2, kreista hérna, 3, 4 og 5. Síðan förum við á stólinn, setjumst rólega niður, halda móti og upp. 1, rólega, 2, halda. 3, en að halda þess mikið á móti niður og geti. 4, 5, 6, 7, 8, halda áfram móti niður. 9 og síðasti 10. Þannig að förum í split hoppin eða split hnébeyguna. Ef við tekjum hnébeyguna 5 og 5. Við förum upp og skipta og lenda upp. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Mjög gott. Stóðu ykkur vel,
taka smá kór í lokin, þá var þetta geggjað. Takk í dag. Nú komið tíma að horfa á Rakel sem kíkti í skautahöllunan Akureyri og tók við heilmikilli áskorun. Þá komið að áskorun dagsins, það er íshokki. Ég var að reyna að skora hjá hinum alræmda markverði SA Víkinga, honum Jakobi. Hann er víst virkilega góður en ætli ég sé ekki betri. Ég hef reyndar ekki skautað síðan fyrir árið 2000 þegar þessi skautahöll opnaði en ég held ég hafi engu gleymt. Ég gefst allavega ekki upp. Þá fæ ég loksins að prófa íshokki. Þetta er reyndar svona smá draumur sem hefur blundað í mér frá því ég var lítil, sko. Mér langaði einu svona alltaf, mér fannst svo ótrúlega töff fólk sem var í íshokki. Og það er aldrei of seint. Hanskar. Fékk reyndar ekki meiri græjur en þú veist, ég er náttúrulega bara svo hörð af mér að það skiptir engu. Kylfa. Já. Að nota hana til þess að styðja mig við. Nei, tjók. Hvað eru svona undirstu atriðin? Örugglega fyrst og fremst bara beðið í hnjánum. Já. Og þetta er með báðar hendur og kylfur. Held ég á henni svona? Já, þá heldur henni svona. Þessi hendi þarf að vera kannski aðeins lengra niður og því niðan sem hendi kennst við bara beygir þig lengra. Ok. Og bara því niðan sem þið ert því betra. Bara eins og langt ég get? Bara. Kannski ekki alveg en eins og þegar þú ert að skauta, sérstaklega í hockey, bara ef þú ert boginn í fótunum, þá er bara meiri sprengikraftur og kæðshraðar og meira afl líka þegar þú skýtur. Því meiri þungi sem fer á kylfuna, þá skýtur þú fast af. Ok. Dribbla það er þegar maður svona skiptir á milli? Já. Já. Og bara hafa hendur þar niðar og þá eru meiri stjórnartanginum. Já, já, já. Það er eitt vandamál, mér finnst markið of lítið. Ég veit ekki alveg hvað ég er að gera, sko. Ok, og svo svona aftur og... Já. Það er alveg getað leyft mér að skora svona fyrsta skiptið, sko. Þessi fyrir nær. Svo... Hérna, ég held að þetta líka kannski aðeins að kenna mér að skauta. Og þú bara ferð svona. Ég veit alveg hvað þú vil. Hvað er það? Ég er ekki bara pínu eins og... Stendur bara upp aftur. Ok. Betra? Frekar smúð, eða? Ok, heyrðu. Og nú sýnir þú mér aðeins hvernig þú myndir, þú veist, fara og skora. Nú bara spurning að, þú veist, fylgjast vel með. Ég myndi segja ég væri svipað góð og hún. Grín. En ég ætla aðeins að sjá hvernig hún ber sig að allavega. Leyfður henni að skora það? Ok, heyrðu, ég ætla að prófa bara. Ok. Ok, ég gleymd honum. Ok, time out. Gerum við þetta aftur. Þetta var grín. Ég get... Ég er ekki að fara fyrir þetta text, sko. Nei! Nei! Leyfðirðu mér að skora? Nei. Ég fer bráðum að sjá tvöfalt.
Þetta alveg æfing, sko. Ég bara, þú veist, já, ég örugglega að fara með strengi á morgun, sko. En ég skoraði. Sakka. Mjög vel bara. Fyrir fyrsta skipti. Ekki fyrsta skipti? Jú, klálega.